Kæru samherjar og vinir, við höldum nú flokksþing á miklum örlagatímum í íslenskum stjórnmálum. Á slíkum tímum mikilvægt að sem flestir láti sig stjórnmál og framtíð landsins varða. En í landi sem skipar merkan sess í lýðræðissögu heimsins eru stjórnmálaflokkar og önnur helstu verkfæri lýðræðis nú litin hornauga. Og þjóð sem hefur í meira en 1000 ár mætt þrautum sínum djörf og sterk býr nú við stjórnvöld sem dragur henni þrótt og kjark. En þið sem hér eru mætt eru hingað komin vegna þess að þið lýst nú að vörn í sókn. Þið hafið trú á framtíð Íslands og eruð reiðubúin að leggja okkur ólaunastarf og kostnað til að vinna samfélaginu gagn. Þið eigið þakkir skyldar fyrir fólkið ykkar. Ég þakka ykkur innilega fyrir að mæta til þessa þings og vinnuna fyrir flokkinn og þjóðina. En ég veit þó að það sem Framsóknarmenn vilja helst fá fyrir vinnu sína árangur. Farsælla líf fyrir samborgarana, betra Ísland. Og nú lag. Á okkar tíma í sögu landsins stöndum við samtímis frammi fyrir ómældum ógnum og ómældum tækifærum. Á þessu flokksþingi meittlum við áformum að leggja ógnirnar að velli og nýta tækifæri. Yfirskrift flokksþingsins, Ísland í vonana birtu, vísar til hennar ómældu sóknarfæra þjóðarinnar nú og til þess anda sem ríkti þegar Framsóknarflokkurinn var stofnaður fyrir 95 ára. Þess baráttu anda sem skóp Framsókn Íslands á 20. öldinni. Endurheimt fullveldis, stofnun ungmennafélagana og alþingishátíðina, stofnun lýðveldis og baráttuna fyrir auðlindum og velferð þjóðarinnar á seinni hluta 20. aldar. Það er hinn óbilandi sannfæring að Íslendingum séu allir vegir færir. Margt hefur gerst á þeim 2 árum sem liðin eru frá síðasta flokksþingi. Það var haldið í skugga mikillar ólgu í samfélaginu. Sú ólga stigmagnaðist þegar leið að lokum janúarmánaðar. Ríkisstjórnin var lömuð. Lífi og limum lögreglumanna og annars fólks var stefnt í stór hættu og raunveruleg hætta á algjöru upplausnarástandi. Aðeins rúmri viku eftir flokksþingið gripum við inn í þessa atburðarás til að koma á starfandi bráðabirgðastjórn fram að kosningum. Við fórum ekki fram á ráðuneyti eða önnur embætti fyrir ríkisstjórn. Við töldum enda að við þær aðstæður sem þá ríktu og ríkja að miklu leyti enn hlytu allir að vinna saman, hvar í flokki sem þeir stæðu, að sameiginlegum og augljósum markmiðum. Reyndar sýndi sagan að efast mættum að flokkarnir tveir lengst til vinstri réðu við verkefnið án jarðtengingar frá miðjunni. Og við áttum alltaf svona því að það kæmi fljótlega í ljós. Sú var raunin. Og áður en kom að kosningum vöruðu Framsóknarmenn við fyrir ríkisstjórn sem þá þegar hafði sýnt hvers eðlis hún væri. En með nánast alla stjórnmálaumræðuna meira og minna á sínu bandi tókst þó flokkunum tveimur að ná meiri hluta í frjálsum kosningum. Ríkisstjórnin sem nú situr sækir umboð sitt til þeirra kosninga, ekki Framsóknarflokksins, sem vildi fara allt aðrar leiðir en þessi stjórn hefur fylgt. Þeir voru til sem töldu að hann ætti nýta kosningarna sem í hönd fóru til að brjóta Framsóknarflokkinn á bak aftur. Hart var sótt að okkur að þeim sem við höfum sýnt svo mikið traust tæpum 3 mánuðum áður. En árásinni var hrundið og Framsóknarflokkurinn treysti stöðu sína. Strax í febrúar 2009 kynntum við heildartillögur okkar í efnahagsmálum. Og með hliðsjón af reynslunni hafa flestir nú gert sér grein fyrir gildi þeirra tillagna. Þekkt eru stefnumál okkar í skuldamálum og við höfum beitt okkur fyrir tillögum á öllum þeim sviðum sem mest hefur mætt á. Nánast allar hafa þær sannað sig með tíð og tíma, enda voru þær byggðar á rökhugsun og unnar í samvinnu við þá sem best þekktu til á hverju sviði. Þær voru unnar eftir Framsóknarleiðinni. Við sjáum nú á nýjum tölum 20 milljarða hagnað bankana að ábendingar að lengra ætti að ganga í því að leiðrétta skuldir almennings reyndust réttmætar. Ég fullyrði og getur rökstutt með lagalegum og tölfræðilegum staðreyndum að ef þeirri stefnu sem við hófum baráttu fyrir strax á loknum síðasta flokksþingi hefði verið fylgt væri staða þjóðarinnar allt önnur og betri nú. Stórkostleg tækifæri gengur úr greipum Íslendinga á síðustu 2 árum, en eftir standa þó ómælt tækifæri framtíðarinnar. Þeim má ekki glata og ekkert er til fyrirstöðu að hefja nú Framsóknar ný með íslenska baráttuandann að vopnum. Okkur skortir ekkert nema stjórnvöld sem hafa viljan, getuna og kjarkinn til að nýta tækifæri. Stjórnvöld eiga að stuðla samkennd, framtakssemi, heilbrigði og öllu því sem gerir líf okkar og samfélagi betra. En núverandi stjórnvöld líta á sig sem byltingarstjórn og byltingarstjórn þrífst ekki á óvina og ógna.
Þess vegna er aðeins á tortryggni, reiði og hræðslu. Þeim mun verð sem gengur að fást í vandann, þeim mun meiri verður þörfin þegar að kenna öðrum um. En stærsti glæpur valdhafans og þeirra sem að meira eða minna leyti til ráða umræðu í samfélaginu er sá að draga úr trú þjóðarinnar á sjálfa sig. Á þessu ári eru 200 ár frá fæðingu Jóns Sigurðssonar forseta. Það er ólíku saman að jafna aðstæðum Íslendinga þegar hann hóf baráttu sína fyrir sjálfstæði þjóðarinnar og því sem nú er við að fást. Á fyrri hluta 19. aldar, þegar voru innan við 20 sjálfstæði ríki í öllum heiminum, trúði 50.000 manna þjóð á eyju í Norður-Atlantshafi því að hún ætti að vera sjálfstæð og hafa sama rétt og milljónaþjóðirnar, nýlendu og herveldið sem réði heiminum. Á meðan Íslendingar, fátækasta þjóð Evrópu, höfðu liðið hungursneyð og náttúruhamfarir og dregið fram lífið við þröngan kost í 6 aldir, voru þeir sannfærðir að þeir væru ekki minni menn en kóngar og aðalsmenn stórþjóða og að dalir og firðir landsins tækju fram stórborgum sem byggðar væru fyrir ómældan auð af nýlendum vestur og iðnaði. Saga þjóðarinnar fyllti Íslendinga þá stolti og þrótti á erfiðum tímum. En nú reyna áhrifamenn að endurskrifa söguna. Leitar er það fyrir líkur að allt sem gerðist hafi verið nær óhjákvæmilegt. Afrek hafi verið ríkt og vesæld ekki gert nógu hátt undir höfði. Jafnvel hefur verið reynt að gera lítið úr atburðum sem eru enn í fersku minni fólks sem enn er í fullu fjöri. Þannig hefur því til dæmis verið haldið fram að þorskastríðin hafi ekki farið í sér þann kjark og þor sem hefur verið talið augljóst. En það er nóg að lesa dagblöð þess tíma að ræða við þá sem muna atburðina til að sannfærast hversu innantómur slíkur málflutningur er. Það hefur áður þurft að andæfa þeim sem skortir trú á landið og þjóðina. Sem betur fer búum við að ágættum ritum heimildum sem takmarka möguleika úrtölumanna samtímans á að gera lítið úr afrekum þjóðarinnar. Í fyrsta hefti Fjölnis, sem kom út árið 1835, birtist lýsing á Íslendingum eftir danska fræðimanninn Ludvig Müller. Hann lýsir Íslendingum þannig að þeir líkist landinu sem þeir byggja og standi óumbreyttir í blíðu og stríðu eins og kletturinn, hvort sem hann er roðinn af sól eða laminn af regni. Hann skrifar: eins og þeir eru stöðugir og þolgóðir, hvort sem þeir eru að liggja á sjónum 2 eða 3 dægur og smakka ekki annað en blöndu, er þegar ferðast yfir fjöll og ár í bleitu og stormi, eins geyma þeir sama frek, sérhvert áhrif og sleppa naumast nokkru fyrirtæki meðan einhver úrræði eru. Müller segir Íslendinga glögga og eftir þetta saman. Þeir deili tíðum hver við annan, en séu fljótir að sameina sig og hluta hann komandi óp. Müller segir Íslendinga afar áhugasamar nýjungar og fræði og ekki hirðulausa neina vísindagrein. Landafræðin fylgir sagnfræðinni og þekking hinna fornu mála sé miklu algengar hjá Íslendingum en nokkurri annarri þjóð. Raunar séu margir bændur ekki síður vel að sér en hinir háværu prestar. Í afskekktum fjörðum bjuggu Íslendingar í torfhúsum, unnu erfiðisvinnu til að draga fram lífið, en kunnu latínu betur en páir í Róm. Eitt af markmiðum forvígismanna sjálfstæðisbaráttunnar var að vekja andann í þjóðinni og benda þau fjölmörgu vannýttu tækifæri sem biðu Íslendinga. Fjölnismenn vildu að Íslendingar efldu eigin sérkenni og kosti, en lærðu einnig af öðrum þjóðum, reynslu þeirra og þekkingu. Þeir voru talsmenn þess að nýta nýja tækni, veisla krafta náttúrunnar, auka framleiðslu og umfram allt að tryggja að Íslendingar fengju að nýta eigin auðlindir því að á því byggðist framtíða velferð þjóðarinnar. Þeir bentu á mikilvægi þess að færa verslun í hendur Íslendinga, svo þeir geta átt viðskipti við allar þjóðir. Samgöngur vildu þeir bæta, ekki hvað síst til að auðvelda flutning upplýsinga, rétt eins og við leggjum nú áherslu á fjarskipti. Fjölnismenn lögðu áherslu á mikilvægi samvinnu og félagshyggju, en jafnframt á frelsi hvers og eins til að fá notið sín. Þeir lögðu áherslu á að framfarir og farsæld mannanna væri tilkomin með mannlegu félagi. Umfram allt vildu Fjölnismenn vekja andann í þjóðinni þannig að hún hefði trú á sjálfri sér og ynni sameinuð af velferð allra Íslendinga. Ávarpi í fyrsta riti Fjölnis líkur á þessum orðum. Óskandi væri Íslendingar fær að sjá að það er aumt líf og vesælt að sitja sinn í hverju horni og hugsa ekki annað en sjálfan sig og skipta svo sundur félag sitt og skipta svo sundur afli sínu í svo marga parta sem orðið getur. Í stað þess að halda saman og draga eitt taug og hugsa fyrst og fremst heiður og velgengni landsins sem öllum góðum Íslendingum ætti þó þeir í fyrirvinni. Þó Framsóknarflokkurinn sé ekki nema 95 ára er grundvöllur Framsóknarstefnunnar miklu eldri
og alltaf við jafnt á dögum fjölnismanna sem nú og í framtíðinni. Grundvöllurinn er óbilandi trú á þjóðina og sóknarfæri hennar og mikilvægi þess að efla með Íslendingum þar uppbyggingar og framfara anda sem þarf til að nýta tækifærin og auka lífsgæði allra. Framsóknarstefnan á rætur í trú á tækifæri, kraft og dugnað íslensku þjóðarinnar. Þessi andi ríkti þegar heimskreppa mikla skall á Íslandi í byrjun 4. áratugarins. Þá satt hér allt annars konar ríkisstjórn en nú. Þá satt ríkisstjórn Framsóknarflokksins eins undir forsæti Tryggva Þórðarsonar. Og með óbilandi trú á Ísland og íslensku þjóðina að vopni lagði þessi ríkisstjórn kreppuáranna grunn að því samfélagi sem byggt var upp á Íslandi á 20. öld. Lagt var ofurkapp á að byggja innviði samfélagsins. Lengd vega margfaldaðist á fáum árum. Brýr sameinuðu landshluta sem áður höfðu verið aðskildir frá landnámi. Hafnarmannvirki voru bætt og vita byggðir til að vísa sjómönnum leið. Landhelgisgæslan var efld til að verja sjávarauðlindina. Átak var gert við að byggja upp atvinnutæki. Bátar smíðaðir um allt land. Og þegar gjaldeyrisskortur svarf alvarlega að, leigði landstjórnin skip til að flytja út ísaðan fisk, því þannig fékkst meira fyrir vöruna. Verksmiðjur risu og innlend framleiðsla var fjölbreytileg og betri en nokkru sinni. Til að auka atvinnu var lagt í byggingarframkvæmdir og á þessum árum risu mörg af glæsilegustu húsum landsins, bæði meistaraverk hinnar íslensku steinsteypuklassíkur og funksionalisma. En umfram allt lögðu Framsóknarmenn þó grunn að framtíðinni með áherslu á menntun. Héraðsskólar voru reistir víða um land grunnskóla. Þeirra á meðal best búni grunnskóli Norðurlanda, Austurbæjarskólinn í Reykjavík. Heilbrigðismálin myndu líka forgangs. Landsspítalinn tók til starfa eftir mikið söfnunarátak kvenfélaga og sjúkrahús voru reist á landsbyggðinni. Lög um verkamannabústaði voru samþykkt og hugað var að menningu landsins, meðal annars með byggingu þjóðleikhúss. Náttúran og sagan gleymdust ekki heldur, því þingvellir voru verndaðir og gerðir að þjóðgarði. Til að efla lýðræðisumræðu og fræða þjóðina var Ríkisútvarpið stofnað. Og allt þetta var gert á aðeins 5 árum. Samanburðurinn á kreppuára stjórn Framsóknarmanna og þeirri stjórn sem nú situr er sláandi. Það er tímabært að hefja aftur framsókn íslensks samfélags. Það aðeins 2 hindranir í vegi. Sú fyrri ríkisstjórnin og sú niðurri stefna sem hún hefur rekið og sú seinni er skuldavandi. Skuldir heimilanna, fyrirtækjanna, sveitarfélagana og skuldir ríkisins. Báðum þessum hindrunum munu Framsóknarmenn ryðja á vegi. Allt mælti með því að Ísland inni sig hraðar á kreppunni en önnur lönd. En stefna stjórnvalda hefur verið nánast eins og hönnuð til að viðhalda kreppu og fæla frá fjárfestingu. Allt er gert öfugt við það sem telst skynsamlegt á krepputímum. Því ríkir hér enn algjör stöðnun og raunar samdráttur, 1,5 ári eftir að uppsveiflan átti að hefjast samkvæmt spá. Skattar eru hækkaðir, aftur og aftur, skattkerfið flækt og skuldamál einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélaga eru enn í ólestri, 2,5 ári eftir hrun. Komið í veg fyrir orkuvinnslu með öllum tiltækum ráðum og ríkisstjórnin hefur komið Ísland á blað með löndum þar sem fjárfestar þurfa að óttast pólitíska óvissu og eignarnám. Ráðherrar skipta sér reglulega störfum dómstóla og þegar ráðherrar eru sjálfur dæmdir fyrir að brjóta lög er því svarað á þeim nótum að pólitískar hugsjónir séu ofar lögum. Undirstöðu atvinnugreininni sem hefði átt að draga vagninn út úr kreppunni er haldið í varanlegri óvissu og fyrir vikið fara sóknarfærin forgörðum því enginn þorir að fjárfesta. Ráðamenn lýsa því í erlendum fjölmiðlum að gjaldmiðill landsins sé ónýtur og Ísland ekki sjálfbjarga og að enginn muni vilja fjárfesta í landinu í fyrirsjáanlegri framtíð. Í öðrum löndum hefðu slíkir menn ekki enst í embætti úr daginn. Í landinu í gildi ströngustu gjaldeyrishöft sem sést hafa í Evrópu frá því að austurþýska alþýðulýðveldi leiðin til lok. Og til viðbótar við alla þessa óran dregur ríkisstjórnin fram hvert einasta mál sem til þess fallið að sundra þjóðinni frekar en að sameina hana. Svo þykjast með hissa á því að hér ekki stöðunni. Mikilvægasta atvinnumálið er að leyfa þeim fyrirtækjum sem enn eru starfandi að lifa. Nú eru fjölmörg lítil fyrirtæki að deyja kerfisstöðva, í óvissu með allt sitt og samtímis skattlögðu til ólífis. Þessu verður að breyta.
gefa fólki tækifæri til að vinna sig úr vandanum og fyrirtækjum möguleika á að fjárfesta og ráða fólk. Það þarf ekki annað en að breyta stefnunni. Nýja ríkisstjórn sem setur lög og reglur sem skapa jákvæða hvata en ekki öfuga. Þá stendur eftir hitt vandamál, skuldavanda. En án hans getum við ekki hafa miklar áhyggjur. Við erum ekki nema rúmlega 300.000 manna þjóð sem ræður yfir gífurlegum auðlindum, sennilega þeim mest í heiminn eða við fólksfjölda. Við flytjum út miklu meira en við flytjum inn. Fjölskyldu fyrirtækið Ísland er rekið með miklum hagnaði. Það ætti að vera nóg til skiptana. En því miður fer allur afgangurinn og gott betur í að greiða afborganir og vexti. Það er þess vegna sem við höfum lagt slíkt ofurkapp á skuldamálið. Mikilvægi þess að koma yfir til móts við heimilin og fyrirtækin og mikilvægi þess að ríkið taki ekki á sig enn meiri skuldbindingar umfram greiðslugeti. Það er hægt að leysa skuldamálið, en til þess þarf að taka upp nýja og betri hagstjórn. Gera þar 4 veigamiklar breytingar á því hvernig ríkið er rekið, svo vinna með í bug á skuldavanda landsins og gera Ísland að ríki viðvarandi hagsældar og velferðar. Í fyrsta lagi þarf að taka upp heimilisbókhald í rekstri ríkisins. Í öðru lagi að aðgreina fjárfestingu og útgjöld og í þriðja og fjórða lagi að meta annars vegar langtímaáhrif og hins vegar heildaráhrif fjárlaga. Fyrsta atriðið byggist á þeirri staðreynd að Ísland er eins og stórt heimili. Staða þess veltur á sköpun verðmæta innan ríkisins og mununum af því sem kemur inn og fer út. Krónu sem skiptir í erlenda mynt og fer út úr hagkerfinu er ekki hægt að leggja jöfnu við krónu sem gengur áfram manna á milli og skapar markaðsáhrif. Við ákvarðanatöku í efnahagsmálum þarf að taka mið af þessu svo hægt sé að meta hinn raunverulega kostnað. Annað atriðið snýst aðgreiningu fjárfestingar og eyðslu. Við áætlanagerð ríkisins hefur ekki verið gerður svo greinarmunur á fjárfestingu og hreinum útgjöldum sem æskilegt væri. Þegar ríkið fjárfestir í verkefnum sem spara meiri peninga eða skapa meiri tekjur en nemur útgjöldunum, má ekki leggja það jöfnu við útgjöld sem skila engum tekjur. Í þriðja lagi er nauðsynlegt að gera fjárlög til lengri tíma en nú tíðkast, til dæmis til 5 eða 10 ára, svo að meta megi langtímaáhrifin af ríkisútgjöldum. Aðeins þá er hægt að taka skynsamlegar ákvarðanir fjárfestingar og útgjöld. Á meðan aðeins er hugsað til eins árs í senn, er litið framhjá því að sparnaður til skamstíma getur falið í sér tap til lengri tíma litið. Loks þarf að huga að heildaráhrifum til að komast hjá misráðnum ákvörðunum eins og áformunum niðurskurð í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Til þess að hafa stjórnvöld leyft sér að leggja fram fjárlög þar sem ekki gert ráð fyrir að niðurskurður leiði af sér eina einustu krónu í aukinn kostnað annars staðar. Þessu þarf að breyta. Við þurfum að fara að reka ríkið meira eins og heiminn, svo taka megi skynsamlegar ákvarðanir nýtingu verðmæta. Verði það gert, vinnum við hratt á skuldavandanum og getum farið að njóta í sameiningu afraksturs hinna miklu verðmætasköpum. Við komum saman til flokksþings á miklum umbrotatímum, ekki aðeins á Íslandi, heldur víða heim. Daglega berast fregnir af miklum mótmælum og átökum í norðanverðri Afríku og Mið-Austurlöndum. Ástæðurnar eru ýmsar, en stærsta ástæðan er án efa sú að ekki hefur tekist að skapa atvinnu í þessum löndum fyrir þann mikla fjölda fólks sem nú er á 20- og 30-aldri. Það þarf hins vegar ekki að leita suður fyrir Miðjarðarhaf til að finna lönd sem standa frammi fyrir miklum erfiðleikum. Á miðstjórnarfundi á Húsavík síðastliðið haust fjallaði töluvert framtíðarvanda Vesturlanda. En ekki síður þá sérstöðu sem veitti Íslandi ómæld tækifæri til framtíðar. Víðast hvar á Vesturlöndum hafa menn lifað efni fram áratugaskeið. Velferð hefur verið haldið uppi með lántökum í stað verðmætasköpunar. Í fyrrakvöld bættist Portúgal í þann hóp ríkja sem leitar eftir efnahagslegri neyðaraðstoð og við blasir langvarandi alvarlegur vandi ríkja austanhafs og vestan. En þrátt fyrir hina miklu óvissum framtíðarhorfur í efnahagsmálum telja menn að þrennt muni halda velgeti sínu. Þrennt muni heimsbyggðina skorta: matvæli, vatn og orku. Þær vörur sem eru mikilvægustu náttúruauðlindir Íslands. Í fyrsta skipti frá árinu 1861 er að verða varanlegur viðsnúningur í þróun matvælaverðs í heiminum. Í 150 ár hafa menn verið að auka ræktarland, tækninni hefur fleygt fram og orka orðið aðgengilegri og ódýrari. En nú er því spáð að fyrirsjáanlega framtíð muni matvælaverð hækka í landrými skortir til matvælaframleiðslu. Orkan verður stöðugt dýrari og á sama tíma eykst eftirspurnin óhemju hratt.
Sífellt stærri hluti mannkyns býr í borgum og fólk sem áður bjó í sveitum og lifði á hrísgrjónum og grænmeti býr nú í stórborgum, ferðast á eigin bíl, á þvottavél og ísskáp og borðar kjöt. Umfjöllun erlendra fjölmiðla hefur breyst mikið frá því sem var fyrir fjármálakrísuna. Það rifjaðist upp fyrir mönnum að baki öllum afleiðusamningunum, yfirtökunum, hlutafjárútboðunum og öðrum millifærslum á blaði þarf raunveruleg verðmæti. Nú því litið til þeirra sem vöruðu við fjármálabólunni sem sprakk árið 2007. Og hver eru skilaboð þessara forsjálumanna nú? Landbúnaður framtíð. Vatn hin nýja olía, segja þeir. Og vatnsskorturinn tengist hinni hröðu fólksfjölgun í heiminum og samfélagsbreytingum. Nú fer 70% af nýtanlegu ferskvatni í heiminum í landbúnað. Það þarf gífurlegt vatnsmagn til ræktunar. Víða þarf að vökva linnulaust. 1000 tonn af vatni þarf til að rækta 1 tonn af korni. Það má með fullri alvöru halda því fram að íslenska rigningin sé auðlind. Hinar stækkandi borgir þurfa sífellt meira vatn. Vatn sem nú fyrir að vökva akra mun í auknum mæli renna inn í borginnar. Á sama tíma spillist ræktarland vegna veðurfarsbreytinga. Erfiðara verður að stunda landbúnað sunnan á hnettinum en auðveldara og hagkvæmara norðar. Framsóknarflokkurinn má aldrei snúa baki við íslenskum landbúnaði. Við verðum að vernda og efla íslenskan landbúnað ekki bara af sögulegum ástæðum, heldur vegna þess að skiptir sköpum fyrir velferð þjóðarinnar allra til framtíðar. Sterkur íslenskur landbúnaður snýst bæði fæðuöryggi og efnahagslegt öryggi. Hinar fyrirsögðu veðurfarsbreytingar munu hafa áhrif á fleira en jarðveg. Með bráðnun norðurskauts ísettunar, sem nú gerist mun hraðar en nokkuð óraði fyrir, að opnast flutningaleið milli risamarkaðanna þriggja, Austur-Asíu, Vestur-Evrópu og Austurstrandar Bandaríkjanna. Ísland verður þá í miðpunkti þessara flutningaleiða, á krossgötum heimsviðskipta. Það mun því liggja beint við að Íslandi verði komið upp umskiptunarhöfn. Á slíkum stöðum tilvalið að framleiða vörur til útflutnings eða setja upp samsetningarverksmiðjur. Hráefni þá flutt úr öllum áttum í miðpunktinu. Það unnið úr því og fullunin vara svo send til allra átta. Til að nýta þessa stöðu þurfum við áfram að huga vel að milliríkjasamningum viðskipti. Þótti stundum vel að vígja því sviði nú. Í alþjóðlegum samanburði á viðskiptum milli landa kemur fram að Ísland eitt þeirra ríkja sem leyfir hvað mest og frjálsust milliríkjaviðskipti. Ísland það til dæmis langt fyrir ofar útflutningsrisana Þýskaland og Japan. Saga mannkynið sýnir okkur, svo ekki verður umvillst, að þeir staðir sem liggja vel við samgöngu og flutningaleiðum blómgast og vaxa. Á slíkum stöðum rísa stórborgir og heimsveldi. Verði Ísland á krossgötum mestu vöruflutninga heimsins erfitt að gera sér í huga hversu mikil verslun, framleiðsla og samfélagsleg áhrif gæti fylgt því. Við þurfum að búa okkur undir þróunina, því vandi fylgir vegsum hverju. Við þurfum líka að standa vörð rétt okkar til náttúruauðlinda á norðurslóðum. Á næstu áratugum munu skapast möguleikar á nýtingu gríðarmikilla auðlinda. Íslendingar eiga sterkar kröfur til áhrifa á norðurslóðum. Og hvort sem við leggjum áherslu á verndun eða nýtingu, verðum við að treysta stöðu okkar í hópi þjóða við heimskautsbaug. Ísland á að vera leiðandi í þróun og nýtingu umhverfisvænna orkugjafa. Eftirspurn eftir orku eykst svo hratt í veröldinni að hvað sem líður þróun nýrrar tækni ljóst að eftirspurnin eftir kolum, olíu og gasi mun aukast áfram og aukast mikið. Innan efnahagslögs okkar eru svæði sem teljast líkleg til að gefa sér olíu og gasi í vinnanlegu magni. Og við höfum að leggja áherslu á að hefði fyrir alvöru leit þar, því að fámenn þjóð sem á slíkar auðlindir, hvort sem hún byrjuð að nýta þær eða ekki, þarf ekki að óttast lánshæfismats fyrirtæki eða vaxtakjör. Eftir sem áður leggjum við áherslu á nýtingu endurnýtanlegar og umhverfisvænnar orku. Og ætlum að standa því að Ísland verði því sem mest sjálfbært orku. Svo hvergi þurfa að kynda með olíu og bílar, traktorar og skip gangi fyrir innlendur orku. Innlend og umhverfisvæn orka mun líka bæta samkeppnisstöðu íslensks iðnaðar og ýta undir fjárfestingu hér á landi. En ofan á hækkandi orkuverði erlendis bætast nýjir orkuskattar og losunarkvótar sem valda því að heimurinn hagkvæmara verður að framleiða vörur með íslenskri orku. Hvernig sem heimurinn þróast virðist ljóst að þann skorta þær vörur sem mynda undirstöðu auðlindir Íslands. Í umtalaðri bók heiminn árið 2050 Ísland nefnt sem eitt af þeim 8 löndum sem muni farnast best vegna fyrirsjáanlegra breytinga á veröldinni. Ísland eitt af löndum framtíðar.
þýðir rætt efnahagsmál og aðgerðir til að koma þjóðarbúinu á réttan kjöl. En þó efnahagsmál kalli á athygli þessar myndir, megum við samt ekki gleyma því að huga að manneskjunni sjálfri. Viðleitni til að skapa sterkara hagkerfi og betra samfélag verður að grundvallast á því að við séum að vinna velferð almennings, ella eftir lítið sunnið. Ef við gleymum velferð og hamingju einstaklingsins mun okkur bera af leið. Áherslan á verðmætasköpun má aldrei verða til þess að við gleymum því mannlega og að öll eigum við rétt á að vera sýnd virðing og nærgætni. Við, sem í sameiningu myndum Framsókn, megum aldrei gleyma að tilgangurinn með baráttunni fyrst og síðast að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Við viljum öll sjá betra samfélag, stéttlaust samfélag, sem gleymir ekki þeim sem eigum sárt að binda eða standa höllum fæti. Við viljum búa í samfélagi þar sem allir eru jafnir fyrir lögum, samfélagi þar sem ekki ríkir sundurþykkja öfund, samfélagi þar sem einstaklingur verða að njóta sín, en jafnframt samfélagi þar sem menn eru ábyrgir gjörða sinna. Eitt af því besta við íslenskt samfélag í gegnum tíðina hefur verið trúin á réttmæti boðskaparins að allir einstaklingar séu fæddir jafnir. Í Íslandslýsingu Ludvígs Müller í Fjölni segir hann Íslendinga: allar stéttir eru viðlíka menntaðar og komast eins að orðum, og hver fer með annan eins og jafningja sinn. Svo það er engin nýjung að bóndi sé við sama borð og efstu embættismenn eða vinnufólk heilsi höfðingjum í landinu eins og sínum jafningja. Þetta var á tíma þegar flest samfélög heims einkenndust umframannaða strangri stéttskiptingu. En hvað sem líður fyrir réttlætiskennd að öll séu við þær dögg, vitum við að raunveruleikinn er annar. Í öllum þjóðfélögum er fólk sem stendur höllum fæti og þarfnast stuðnings. Fólk sem hefur orðið fyrir áföllum í lífinu, fátækt fólk, veikt fólk, öryrkjar, börn og aldraðir. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum aðstæðum þessar einstaklinga, reynir fyrst á hvað við meinum með fögrum orðum jöfnuð og mannréttindi. Framsóknarflokkurinn hefur á stefnuskrá sinni að setja manngildi ofar auðgildi. En hvernig hefur þetta tekist til? Hefur tekist að létta svo undir með þeim sem standa höllum fæti að við getum sagt við eigin samvisku að við séum sátt? Þessari spurningu verður hver að svara fyrir sig. Ég get bara að svara fyrir mig. Ég er ekki sáttur. Við skulum ekki gleyma því að fjölmargt hefur ánust til batnaðar á liðnum árum. Og margt af því fyrir tilstuðlan Framsóknarflokksins. En það er enga síður gríðarlegt verk óunnið og þar eigum við sem fyrr hlutverk að gegna. Að létta lífsbaráttu þeirra sem standa höllum fæti á að vera mál sem flokkurinn tekur föstum tökum. Ég vil vinna þannig og ég veit að þið kæru flokksmenn styðjið þá viðleitni að skapa betra og mannlegra samfélag. Sýnum svo viljan í verki. Ég vil búa í samfélagi sem byggir á væntum þykju gagnvart öðru fólki, þar sem samhjálp er sjálfsagður hlutur. Við eigum ekki að lifa í sátt og samlyndi, laus við yfirgang og ofbeldi. Við eigum að vera óhrædd við að sýna hvert öðru kærleika og umhverfisleika. Við eigum að virða og meta drifkraft og frelsi einstaklingsins til að móta eigið líf, en leið að byggja upp samfélag þar sem enginn er skilinn eftir. Við eigum að bera virðingu fyrir mannréttindum og vera tilbúin að standa fast gegn kúgun og valdníðslu. Þetta eru og verða þau grunngildi sem ég hef að leiðarljósi og ég veit að þið, kæru félagar, mér sammála að það er sameiginleg trú okkar á slík grunngildi sem öðru fremur gerur okkur að þeirri heild sem við erum. En það er ekki bara þeir sem minna mega sín sem í vanda. Gengið hefur verið ótrúlega langt í því að skerða kjör eldri borgara. Meðal annars með tekjutengingum sem enginn hefði getað gert sér í hugarlund þegar hann var að leggja fyrir til efri ára. Þegar litið er yfir sögu Íslands á 20. öldinni, einhverja mestu framfara og uppbyggingar sögu veraldar, er það skammarlegt að þeir sem byggðu upp landið skuli fá slíka meðferð nú. Ein af fyrstu æskuminningum mínum er frá útiskemmtun á gamla Melavellinum, þar sem ég fylgdist með eldri manni panta ís fyrir barnabarn sitt. Þegar kom að ég að greiða fyrir ísinn, leitaði gamli maðurinn í veskinu, en fann ekki peninga og varð að aftakka ísinn.
Vel má vera að maðurinn hafi átt peninga sem hann gleymdi að taka með sér þann daginn. En ég man enn eftir vonbrigðunum sem birtust í andliti mannsins. Við eigum að geta tryggt öllum sem komast á eftirlaunaaldur kjör sem nægja til þess að fólk geti áfram verið virkir þátttakendur í samfélaginu og átt áhyggjulausar góðar stundir með sínum nánustum. Mörgum finnst vafalaust að miklum tíma sé varið í umfjöllun efnahagsmál. En sá efnahagslegi rammi sem stjórnvöld setja í atvinnulífinu er grundvöllur allrar atvinnusköpunar og atvinna er grundvöllur allrar velferðar. Þjóðin glímir nú við meira atvinnuleysi en við höfum séð áratugum saman. Og þegar við bætast þær efnahagslegu hörmungar sem að dunið hafa á heimilum vegna skuldaaukningar er engin furða að víða gæti örvæntingar og kvíða. Við undirbúning þessa þings hefur verið lagt í mikla vinnu við gerð tillagna og ályktana atvinnumál. Og það er von þeirra sem að undirbúningnum komu að þingið geti sent frá sér kröftugar tillögur til viðreisnar atvinnulífi. Það hefur áður komið í okkar hlut að skapa aðstæður fyrir nýja sókn í atvinnulífinu. Sú sókn tókst vel og leiddi af sér þúsundir starfa. Nú er þörfin fyrir nýjar hugmyndir, kraft og þor í atvinnumálum síst minni og Framsóknarflokkurinn mun leggja sitt af mörkum í þeim efnum eins og áður. Þegar fólk hefur ekki möguleika á að afla sér tekna og sjá sér á sínum farborða, getur verið erfitt að halda mannlegri reisn. Og oft er stutt í örvæntingu við slíkar aðstæður. Það hefur verið skelfing í vetur að horfa upp á þann fjölda fólks sem hefur þurft að leita á náðir hjálparsamtaka og kirkjuna til að afla sér nauðsynja. Aðstæður sem þessar eru alls ekki í samræmi við það hvernig við viljum hafa samfélag okkar. Ég ætla ekki ríkisstjórninni það að vilja þeim ekki vel sem standa höllum fæti. En það er svo grátlegt að hvað eftir annað hefur ríkisstjórnin tekið ákvarðanir sem leitt hafa til þess að kreppan hefur dýpkað og atvinnuleysi aukist. Hvaða áhrif hefur það á sálarni barna að horfa upp á það vonleysi foreldra sinna sem oftar en ekki er fylgifiskur atvinnuleysis? Að baki hvers atvinnuleysis einstaklings er fjölskylda og oft á tíðum börn sem skilja ekki hvað er að gerast, upplifa bara angistina og hræðsluna sem foreldrarnir búa við. Atvinnuleysi er börn sem við megum aldrei sætta okkur við. Það verður að vera eitt af meginbaráttumálum Framsóknarflokksins að koma efnahagslífi þjóðarinnar af stað aftur þannig að fólki séu skapaðar aðstæður til sjálfbjargar. Stjórnmálaflokkar búa ekki til störf. En þeir geta skapað þær þjóðfélagslegu og efnahagslegu aðstæður sem gera gæfumuninn svo að störfin verði til. Við eigum því ærið verk að vinna Framsóknarmenn. Tillögur í atvinnumálum, tillögur sem verka hvetjandi á atvinnulífinu og skapa það andrúmsloft í þjóðfélaginu að fólk og fyrirtæki í samvinnu. Það er forgangsmál að koma atvinnulífinu aftur á stað. Eftir að okkur hefur tekist að endurreisa atvinnulífið og vinna bug á atvinnuleysinu getum við snúið okkur að öðrum málum. Framtíðin er björt fyrir hina fámennu þjóð okkar. Ef það tekst að nýta sóknarfæri. Styrkur þjóðarinnar liggur að miklu leyti í smæð hennar. Við erum í raun ein stór fjölskylda sem ætti að geta haft nóg til skiptana. Þess vegna á Ísland að geta orðið land án fátæktar. Við höfum að geta veitt öllum fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu, en fyrst og fremst eigum við að leggja áherslu á forvarnir. Það er hagkvæmasta ferðisþjónusta. Það á líka verið hægt að tryggja öllum færni að forðast hvers konar hættur. Framsóknarmenn beittu sér fyrir því að öll íslensk ungmenni lærðu að synda. Það ætti líka að gera alla synda á öðrum sviðum, eins og í fjármálum, svo að allir sem lokið hafa grunnnámi sé stakkbúnir til að varast hættur á því sviði. Hvert líf er dýrmætt. Það þarf að leggja ofurkapp á að forðast slysum, meðal annars í umferðinni. Kortleggja þarf mestu hætturnar og eyða þeim skipulega, bæði á sjó og landi. Öll íslensk ungmenni eiga að vera það vel að sér í skyndihjálp þegar þau ljúka grunnnámi að þau geti brugðist við þegar meðferð vegna slysa eða heilsubrests. Framsóknarflokkurinn hefur alltaf lagt áherslu á að allir geti notið menntunar, óháð efnahag. Leggja þarf sérstaka áherslu á að mennta fólk í heilbrigðis- og raungreini til að mæta þörfum framtíðarinnar. Næst, þegar Framsóknarflokkurinn tekur þátt í myndun ríkisstjórnar, skulum við leggja áherslu á að flokkurinn færi með menntamálaráðuneytið. Við höfum að efla og bera virðingu fyrir merkri sögu landsins, menningu þess og tungumálinu.
tungumáli einhverra mestu bókmennta mannkynssögunnar. Á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu liggja gífurleg mannýtt tækifæri. Ferðaþjónustu má efla leið og fjárfestingu og lífsgæði Íslendinga með því að gera átak í að fegra hið manngerða umhverfi, borgir og bæir. Lönd Austur-Evrópu notuðu tækifærið á meðan þau voru að byggja sig upp efnahagslega eftir fall kommúnismans og huga að fegrun umhverfisins. Margar fallegar borgir í þessum löndum laða nú að sér ferðamenn, fyrirtæki og íbúa. Framsóknarflokkurinn þarf að endurheimta stöðu sína sem flokkur umhverfismála. Landgræðslu má ekki vanrækja og leggja þarf áherslu á mengunarvarnir. Ísland á að vera fjölskylduvænt land, þar sem gott er að ala upp börn. Í því skyni þarf að tryggja rétt barna, ekki síður en foreldra. Á Íslandi á að stefna raunverulegu jafnrétti fyrir alla. Rétt er að endurmeta forgangsröðun í baráttu fyrir jafnrétti kynjanna. Í stað þess að leggja ofurkapp á að ná jöfnum kynjahlutföllum í öllum starfsstéttum ætti að vinna því að bæta launakjör í þeim stéttum þar sem konur eru í miklu meirihluta, svo sem í kennarastétt og umönnunarstétt. Við höfum líka að vinna að búsetu jafnrétti, því að aðstæður fólks séu sambærilegar óháð búsetu. Gleymum því ekki að á landsbyggðinni verður til megnið af þeim gjaldeyristekjum sem við notum til uppbyggingar samfélagsins. Þær tekjur renna í sameiginlega sjóði, en fyrir vikið er líka eðlilegt að allir njóti þar góðs af. Frá fyrsta degi hefur Framsóknarflokkurinn lagt áherslu á mikilvægi samgöngubóta. Frá þeirri áherslu má ekki hvika. Við þurfum að skapa grunnatvinnuvegum stöðugt starfsumhverfi, þannig nýtast þeir samfélaginu best og þannig geta þeir myndað undirstöðu fyrir nýsköpun og rannsóknir. Allan heim leggja menn áherslu á mikilvægi sprota og tæknifyrirtækja. Það er svært dýrt að byggja upp slík fyrirtæki. Þau þurfa því skóla öflugum framleiðslugreinum. Grunnatvinnuvegirnir og nýsköpun eru því ekki andstæður. Þær styðja og efla okkur aðra. Þannig byggjum við fjölbreyttar og sterkar útflutningsgreinar. Við þurfum að fara yfir verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og tryggja að tekjuskipting endurspegli verkaskiptingu. Eðlilegt er að Framsóknarflokkurinn láti sig málefni sveitarfélagana miklu varða. Löggæslumál þarf að styrkja. Hér á skipulögð glæpastarfsemi og fíkniefnasala ekki að fá þrifist. Á Íslandi á öllum að finnast þeir öruggir, hvar sem þeir eru og öllum tímum sólarhrings. Í utanríkismálum eigum við áfram að eiga frjáls viðskipti við sem flesta og efla tengsl okkar við lönd í austri og vestri. Framsóknarmenn leggja mikla áherslu á gildi norræns samstarfs. Okkur ber skylda til að láta gott af okkur leiða í þróunaraðstoð og ættum að marka okkur enn frekar sess sem land friðar. Nýta okkur stöðu Ísland sem herlaust land til að tala máli friðar á alþjóðavettvangi. Gaman var að sjá Ísland verða í framtíðinni vettvang fleiri viðburða á borði leiðtogafundum í Höfða. Nú eru liðin hátt í 2 ár frá því að lögða fram umsókn aðild að Evrópusambandinu. Ótal vankantar er á því hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á því máli. Annar stjórnarflokkurinn virðist ætla að ganga í sambandið hvað sem það kostar. Hinn samþykkti umsóknina en sagðist jafnframt að berjast gegn henni. Verst er þó að tímasetningin var einstaklega óhófleg, eins og komið hefur á daginn. Málið klífur þjóðina og virðist hafa áhrif á nánast öll önnur mál. Annar ríkisstjórnarflokkanna vanrækir hættur og kastar tækifærum á glæ vegna þess að allt má víkja fyrir Evrópusambandsumsókninni. Hinn stjórnarflokkurinn er nánast óstarfhæfur vegna málsins. Á síðustu 2 árum hefur mikið verið fundað vegna aðildarumsóknarinnar. Á þeim fundum hefur ítrekað komið fram óánægja hjá fulltrúum Evrópusambandsins með það á hvaða forsendum umsókn er rædd á Íslandi. Það er nánast að mönnum sárni að hér á landi sé fyrst og fremst rætt Evrópusambandsaðild út frá því hvað hægt sé að græða á aðild eða aðild sé lausn á kreppunni. Innan ESB vilja menn að sótt sé vegna þess að þeir sem það geri trúi á hugsjónina sameinaða Evrópu. Þær skýringar að Íslendingar hafi sótt til þess að sjá hvað þeim verður boðið, mæta ekki skilningi. Ósjaldan hefur okkur verið bent á að þegar 300.000 manna þjóð sækjum að ganga í samband 27 ríkja og 500 milljóna manna, hljóti það feli í sér að við viljum verða þáttakendur í því sem það samband byggist á. Á síðasta flokksþingi var samþykkt ályktun Evrópusambandið, sem fól í sér að fólk með ólíkar skoðanir á málunum gat leyft sér að túlka ályktunina með mjög ólíkum hætti. Í ljósi reynslunnar hefðu þurft að ræða meira það hvort við vildum vera þáttakendur í því sem Evrópusambandið snýst
frekar en hvaða breytingar við vildum gera á þeim. Ef í aðild að Evrópusambandinu felst eftirgjöf óskoraðra yfirráða en auðvitað erum við væntanlega nánast öll sammála um að það henti ekki Íslandi. Á fundum mínum með framsóknarmönnum um allt land hafa menn ítrekað áréttað að mikilvægt sé að skýra afstöðu Framsóknarflokksins til aðildar að Evrópusambandinu. Sá vilji birtist líka því málefnastarfi sem fram hefur farið í flokksfélögunum í aðdraganda flokksþingsins og endurspeglast í tillögum málefnanefndar sem mun svo fá ítarlega umfjöllun hér á þingi. Til þess að ná markmiðunum lífsgæði fyrir alla Íslendinga í krafti öflugrar atvinnuuppbyggingar þarf Framsóknarflokkurinn að ná árangri í þeim átökum sem nú standa hvert Ísland skuli stefna. Hraðalega miðflokkur felur ekki sér að vera laus við pólitískar skoðanir. Það snýst að meta hvert mál fyrir sig út frá rökum og staðreyndum en ekki út frá fyrirframgefinni hugmyndafræði. Því þarf svo að fylgja að menn séu tilbúnir að berjast fyrir því sem þeir telja rétt hverju sinni. Flokkur sem kennir sig við þeirra rökréttu leið verður líka að vera prinsippflokkur. Prinsippstefna hinn praktíska stefna til langs tíma. Því að ef menn standa ekki fastir á grunnatriðunum í samtímanum þeir auka valda sinn í framtíðinni. Við eigum að vera tilbúin til að samþykkja góðar hugmyndir sama hvaðan þær koma og alltaf reiðubúin til að ræða kosti og galla ólíkra leiða. Flokkurinn má hins vegar ekki vera tilbúin til að fallast á það sem fyrir það eitt að fá sæti við borðið. Framsóknarflokkurinn má aldrei haga sér eins og pólitískt uppfyllingarefni sem hjálpar okkur við þá hugmyndafræði sem verður hverju sinni. Framsóknarflokkurinn verður að skilgreina sig sem forystuflokk, sem kvikar ekki á óvissutímum, heldur tekur á skarið og berst hart fyrir því sem rétt. Framsóknarflokkurinn hefur haft mestan stuðning þegar hann hefur verið afdráttarlaus. Leið hefur hann verið umdeildur. Já, því verður ekki komist. Framsóknarflokkurinn hefur til dæmis alltaf verið harður þegar kemur að því að gæta hagsmuna þjóðarinnar út á við. Það heldur ekki nýtt að við þær aðstæður sé vegið að flokknum í ræðu og riti og hans sagði óbilgirni. Enda þótt flokkurinn beiti sér jafnan fyrir samstöðu inn á við samhliða öflugri málsvörn út á við. Þegar Framsóknarmenn ákváðu með stuðningi sósíalista að segja upp samningi við Breta frá 1901 sem gerði þeim kleift að veiða við strendur landsins brást þriðji stjórnarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, ókvæða við og hótaði margsinnis að slíta stjórnarsamstarfinu eða ekki yrði fallið frá áformum. Rökin voru þau að ekki mætti ögra alþjóðasamfélaginu. Mikilvægir markaðir í Bretlandi og víðar væri í húfi, lánafyrirgreiðsla og svo framvegis. Framsókn fór sínu fram og þjóðin hafði sigur. Íslendingar hafa oft staðið frammi fyrir því að þurfa að berjast hart fyrir réttindum sínum. En ávallt gert það með rökum fremur en ofbeldi. Það með hæfi að minnast stjórnmálabaráttu Jóns Sigurðssonar nú þegar 200 ár eru frá fæðingu hans. Jón Sigurðsson var ekki óumdeildur. Hann var jafnvel sagður ofstækisfullur öfgamaður. Krafa hans að Íslendingar fengju að halda eigið þing á eigin tungumáli var sögð óraunhæf. En markmiðið náðist. Jón Sigurðsson byggði málflutning sinn á þrotlausum rannsóknum. Hann vísaði í mörg hundruð ára gamla sáttmála og sagði: lög skulu standa. Undir forystu hans losnuðu Íslendingar undir loki erlends kaupmannaveldis og fengu frelsi til að versla við allar þjóðir. Þegar rætt var fjárhagslegan aðskilnað Íslands og Danmerkur. Lét það sér ekki nægja að fara fram á að Íslendingar réðu eigin efnahag. Hann hélt því fram að Danir skulduðu Íslendingum himinháar upphæðir. Reikningskrafan svokallaða var ekki samþykkt, en hún stappaði stálinn Íslendinga og styrkti þá í sjálfstæðisbaráttunni. Jón Sigurðsson vék ekki frá grundvallaratriðum, en var ávallt tilbúinn til málamiðlana til að ná áfengum á réttri braut. Það væri ekki við hæfi að einhver þeirra stjórnmálaflokka sem starfa nú, 200 árum eftir fæðingu Jóns Sigurðssonar, reyndi að gera tilkall til Jóns eða stjórnmálastefnu hans. Innra með mér þykist ég hins vegar vita hvar í flokki hann ætti heima. Kæru Framsóknarmenn, nú ríður á
að íslensk stjórnvöld gæti hagsmuna landsins. Við okkur blasa bæði ógnir og ómæld tækifæri. En ógnin er smávægileg og tækifærin gífurleg í samanburði við það sem Íslendingar stóðu frammi fyrir á meðan Jón Sigurðsson hafði baráttu sína. Við þurfum stjórnvöld sem efla með íslensku þjóðinni kjark og von. Stjórnvöld sem veita stöðugleika og sýn á framtíðina. Það er engin ástæða til að Íslendingar geta ekki nú, eins og áður, fylgst bjartsýni og von. En í raun eigum við að hafa meira en von. Við eigum að hafa trú, óbilandi trú á bjarta framtíð Íslands. Framsóknarflokkurinn er stofnaður í krafti þeirrar vissu að íslensku þjóðinni væru allir vegir færir. Það á jafnvel við í dag eins og áður. Og við ætlum að standa undir nafni sem framsóknarmenn. Við ætlum að vísa veginn fram á við. Ganga á undan með trú á eigin mátt og bjarta framtíð Íslands að vopni. Kæru félagar, eftir 5 ár verður Framsóknarflokkurinn aldargamall. Það er hægt að breyta miklu á 5 árum. Einsetjum okkur nú að fyrir aldarafmælið verðum við byrjuð að leiða íslenskt samfélag eftir þeim gullna meðalvegi sem liggur að landi vona okkar og gerum það í fullvissu þess að engin sú hindrun sem á þeim vegi kann að verða sé svo stór að einbeittur Framsóknarvilji fá ekki við hennar ráðið. Í dag hefjum við vegferð til bjartara tíma. Í dag hefjum við Framsókn Íslands.